Góðan daginn vlog. Ég var alveg smá byrjuð að sakna ykkar af því það alveg heldur 2 vikur síðan ég postaði á YouTube. En eins og ég myndist á í senstu vídeói þá var bara myndaðin mín að bila. Hún bara, skárin bara allur út í ykkur svona doppum, þannig að hún bara out. RIP. Þannig að hérna í frá það símavídeó þangað til að ég á efni á nýrri myndavél sem að verður ekki strax. Af því ég komin í orlof og money is tight þessa dagana. En já, ég ennþá ólétt. Ég komin 37,5 vikur og má í raun, ok, ég veit ekki alveg hvað hárgreiðslu ég að vinna með hérna. Barnið má í raun koma hvenær sem Ég væri samt alveg til að systir mín myndi fæða á undan mér. Hún var sett ef dútið hennar var í gær. Þannig ég vonast að hún eignist bara næstu dögum og þá get ég fara að eignast með þetta því að já, mér langar alveg að hún eignist sitt á undan. Það verður náttúrulega verst ef við myndum eignast á of nálægt hver annari bara upp á að mamma, þú veist, þarf að passa strákun okkar meðan við erum upp á spítala. En já, annars ég búin að vera í orlofi í 1,5 viku og það bara búið að vera æði. Það ógeðslega skrítið að vera í fríi eða þú veist, vera bara heima, Ólafur á leikskólanum og ég hef bara allan daginn til þess að gera hvað sem langar í, hvað sem langar að gera. Svo ég get lagt mig, fara í sund ein, fara í stúss ein. Þú veist, það bara ógeðslega skrítið tilfinning að vera barnslaus á daginn. Frá seinustu viku ég bara búin að vera að leggja mig mjög mikið, sofa, búin ógeðslega þreytt. Ég búin að vera með svona verki seinustu svona viku og í gær þá var ég alveg smá bara svona býttu eitthvað að gerast. En það var síðan bara svona false labor verkir. Mér líður eins og ég sé bara eignast fyrir tíma, fyrir 40 vikur. En það kemur í ljós. Hér sjáum við dagsplanið í dag. Ætlum að nýta daginn. Ég þarf að sækja smá barnatengdar vörur í Elko. Brynja þarf að sækja afmælisgjöfina mína. Þurfum að taka haugaferð, þrífa bílstólana, þrífa ömmustól. Aðeins að laga nýja trippdrastólinn sem ég var að kaupa, brjóta saman þvott og þrífa klósett, mjög mikilvægt. En þetta er stóllinn hans Ólafurs og hann er gamla típan, þannig ég þurfti að kaupa nýju típuna af því að ungbarnasæti kemst ekki á þessa. Þannig ég keypti þessa fyrir baby og síðan mun ég setja svona ungbarnasæti ofan á. Þannig að já, ég ætla basically bara að þrífa hann. Ég ætla að skrúa, þú veist, þessa plötu og nota, þú veist, flippenni. Þannig að það sem undir verður yfir og sama hér og færa hann aðeins aftar. Svo þetta ömmustóllinn sem ég keypti í vikunni. Hann er frá Little Dutch. Mér finnst hann svo cute á litinn og það er hægt að stilla alveg, þú veist, bakið, fæturnar, þetta. En ég ætla aðeins að renna yfir hann hvort ég þurfi ekki að þrífa hann áður en ég byrja að nota hann. Þannig að sé klukkan bara rétt 9. Ólafur er að horfa á smá teiknimyndir. Mér er að leggja mig eitthvað á eftir. En svo byrjum við hennar dag. En já, þetta er staðan á mér. Það er allt tilbúið fyrir baby. En þú veist, nei, það er ekki allt tilbúið, en allt sem þarf að vera tilbúið er tilbúið og allt sem það er hægt að græja allt annað eftir að baby kemur. Ég ætla bara að taka ykkur með mér í næstu daga. Ég vil líka afmæli á mánudaginn. Þannig að já, komið með mér í næstu daga. Ég á afmæli í dag og við Brynjar erum mætt niður í bæ í brunch og fara á stað sem heitir eitthvað Grái kötturinn. Ég er eitthvað smá fit check þar sem ég sé nývaknuð sko. We are full. Please wait outside. Staff can see you. Það er ekki nóg gott. Nei. Við fengum okkur á sama paradísinu þínum. Bara pancakes, bacon, smjör og kartöflur. Kartöflur, ég sagði ekki það. Ég fekk mér það saman ef ég fekk extra egg út af ekki bacon. Við stoppuðum á Starbucks og ég fekk mér eitthvað pomegranate og Brynja fekk sér ískaffi. Já, smakk þú veist. Það er gott. Já. Og ég er að smaka eitthvað svona.
Þetta er bara svo djús en... Klukkan er 7 og ég held að Brynjar bara rétt og komin heim með mat. Ég óskaði eftir risarækjum frá nýja uppáhalds asíska veitingastaðnum mínum. Hann heitir Mama's Kitchen og ég er á eitthvað Háaleitisbraut eða eitthvað. Og þau eru með svona risarækjur eins og þú færð bara í Asíu. Ég hata þessar litlu sveittu olíurækjur á þú veist Nings og öllum þessum stöðum. Þetta eru svona stórar crispy eins og þú færð bara, já, eins og ég fekk í reisunni. En ég var að opna afmælisgjöf frá mömmu, pappa og Brynjari. Þetta er Garmin úr, ég veit ekki, þú veist, hvað típ þetta er. Ég veit að einhverju kannski forvitnir. En alltaf lítið svona út og svo cute. Og ástæðan okkur mig langaði í þetta er að ég get ekki beðið eftir að þetta barn komi út og ég byrji að pæla meira í fitness. Sem langaði að líta út af skrefum og kaloríutracker. En já, við komum bara heim eftir bæinn og ég er bara búin að liggja upp í rúmi, svo kom Ólafur heim. Af því að líkaminn minn er ekkert eðlilega þreyttur. Ég bara er svo þreytt og ég er með svo mikinn þrýsting að það niðri. Mér líður bara eins og hausinn sé út, sko. Og ég var með ógeðslega mikla verki og samdrætti, þú veist, fyrripart dags. Alveg svona verkir sem að, þú veist, bara leiða frá bakinu og svo út í maga eins og svona túrverkir. Og svo þægilegir. Og ég er búin að vera með ógeðslega mikið samdrættum að verkjum senstu daga. Þannig ég þarf að hvíla mig bara mikið. Við ætlum bara að borða saman og ég keypti bara svona tilbúna brownie köku. Við ætlum að setja kerti á hana og leyfa Ólafur að hjálpa mér að blása því hann elskar það. En maturinn minn, sjáu hvað þær eru girnilegar. Hvað er þetta? Og sweet, hvað heitir þetta? Sweet chili sauce, held ég. Brynjar fekk sér hambúrgara. Þannig að ég baði hann um að kaupa eitt mais fyrir mig líka, svolítið random kombo. Fjóri. Brynjar er að græða afmæliskökuna mína. Hvað ætlum við að setja mörg kerti, Ólafur? Sko ég pæla þetta böggar eitthvað sem OCD. Litarskiptingin. Það böggar mér allavega ekki. Ég veit ekki nefn að gera þetta, sko. Herðu. Þetta eru djókkerti. Það er ekki að blossa auðvitað, það er magic candle. Æi, hvernig var það að slökka þeim? Þetta er mynda mér. Við keyptum óvart 30 Þetta er mynda mér. 30 grínkerti. Skott að fatta þetta svona saman. Já, þeir eru alltaf glitsa. Blása. Er að blása. Það er hvernig mikið. Djókkertin eru komin af og kakan er öll út í hólum. Prófum aftur. Já, prófum þetta. Amalía. Mamma. Pasta. Ég er svona nýlega vöknuð eins og kannski sést. Ég er ekki eins og búin að greiða mér hárið. En ég var að fara með Ólafur í leikskólann og ég ákvað að taka bara smá göngutúr. Testa líka nýja úrið. Langar svo að byrja að labba svona aðeins meira því ég datt alveg út úr því núna svona sensta mánuð þegar ég var ólétt Ólafur. Þá byggum við á Akureyri og Brynjari fannst ógeðslega næs að fóra út að labba þá. Þannig að við fórum alveg stundum út að labba svona bara upp að því að hann fæddist. Þannig ég var ekki svona, ég ætla bara að gera það aftur. Annars á ég tíma hjá ljósmóður í dag klukkan 1 og ég er að pæli að sko þegar ég kem heim og það vanlega er ég sko búin að vera að fara með Ólafur og síðan leggja mig en ég er að pæli að gera það ekki núna. Ég er að pæli að fara heim og bara fóra smá Love Island og kannski út í smá lista fyrir daginn, fara svo til ljósu, smá stúss, kannski fer ég bara með Brynjari stússa því ég veit að hann þarf stússast eitthvað líka. Ég var sko að muna að ég á gjafabréf í Name It og 66 fyrir baby, eða 66 fyrir baby, Name It fyrir Ólafur og ég er ekkert mikið að fara að fara í smáralindina eitthvað þegar barnið kemur strax. Þannig að kannski ætti ég bara að klára af að kaupa snýt nota. Jæja, ég var að klára ljósmæðartíma. Allt mældist bara vel, hjartslátturinn flottur. Spjalluðum bara svona aðeins pælingarnar mínar. Ég sagði henni hvað, hvernig mér er búið að líða senstu viku með, þú veist, verkina og allt þetta. Og hún sagði bara í rauninni það sem ég vissi, þú veist. Þetta eru merki
þetta sé að nálgast, en svo veit maður aldrei. Við sem sagt beilum á stús, Brynjar var ekki alveg til í stús í dag. Þannig að við ætlum að kíkja í pottinn og ég ætla að prófa að synda. Ljósmóðurinn var líka að mæla með því og ég akkur búin að vera að pæla í því, sko. Hvort ég ætla að prófa bara að fara í sund, eða þú veist, syndasundlaugina og synda smá. Ég tók smá undirbúningschecklista áðan, eða þú veist, ég var að stróka yfir nokkru hluti sem að við þurfum eftir að gera. Ég setti barnarúmið inn í herbyggi, við erum með svona co-sleeper sem verður bara hliðin á rúminu. Setti það bara inn í herbyggi, er að þvo bílstóla áklæðið hans litla, en ég held að ég nenni ekki að taka meira upp í dag, þannig að ég sé ykkur bara á morgun eða eitthvað. Þetta er þess að nýji uppáhaldsdrykkurinn minn. Ég skal alveg viðurkenna, ég byrja að telja niður daginn og líka byrja að fá mér ískaffi aftur. Ég fekk mér 1 sopa af kaffi hans Brynjars þarna þegar ég fórum á Starbucks og það var svo gott. Það var fyrsti kaffisopa minn í 9 mánuði. Og ég finnst bara svo næs að vera með eitthvað að drekka yfir daginn, annars er ég bara að borða. En ég finnst smá hugmynd að sýna ykkur hvað ég er búin að pakka í spítaltöskunum mína, eða okkar Brynjars. Ég er með bleiutösku bakpoka fyrir barnið og svo er ég með svona íþróttatösku fyrir mig og Brynjar. Ef við byrjum bara á fyrsta hólfinu. Ég held að þetta sé eina mönsið sem ég ætla að taka með mér á spítalanum. Af því að ég held ég sé ekki að fara að borða mikið. Seinast tók ég með mér eitthvað hnetur og eitthvað sem var þetta geggjað, en þær eru hættar í framleiðslunum sem ég keypti þær aftur. Svo keypti ég bara nýja tannbursta og tannkrem bara svo ég þurfti ekki að vera eitthvað að pæla í að pakka því og það var svo típist að það gleymist, þannig bara svo sé í töskunni tannburstar og tannkrem og svo er ég með eina svona skólflösku. Svo er ég með lyfin okkar Brynjars, greiðu og svona smá snyrtiveski. Ég er með andlitsrensi, deo, nokkra bómula. Ég setti bara húðkrem mitt í þetta og varasalva og ég held að sé, já, teygja og hárband. Ég er ekki að fara að mála mig í fæðingu, bara ekki séns. Og ég verður örugglega ekki máluð fyrir mæti, þannig að þetta er bara svona alltaf fersku upp á mig aðeins. Og já, hárband og klemma líka. Svo er ég sko búin að taka outfitið sem ég langar að vera í, þú veist, ég fer á spítalan. Ég er búin að taka eitt outfit fyrir Brynjar og eitt outfit fyrir mig og þau eru bara að bíða eftir okkur hérna upp á hillu. Þannig að ef eitthvað fer að gerast, þá langar maður bara að skipta í það outfit og maður langar að vera í því í, þú veist, fæðingunni. En ég tók auka peysu fyrir Brynjar til þess að fara bara heim í eða að vera á spítalanum eða eitthvað. Auka buxur fyrir hann, auka ból, nærföt og sokka, auggrímu af því að hann, ef Brynjar er mjög viðkvæmur oft fyrir að sofna í birtu. Mér er alveg sama, þannig að ég tók þetta fyrir hann. Stuttubuxur til þess að bara, ég veit ekki, sofi ef honum er heitt eitthvað. Og já, eina derhúi af því að hann var bara örugglega crazy og hann mun örugglega vilja þetta. Fyrir mig tók ég bikini sem mér finnst samt mjög ólíklegt að ég sé að fara að nota. Ef ég sé ekki fyrir mér að langa fara í heitast baðið, en ég ætla að vera með þetta til öryggi. Seinast sko mátti ég ekki fara í baðið, held að tengdist eitthvað því að vatnið mitt, ég misti vatnið, sýkingahætta, en ég ætla að vera með þetta í töskunum til öryggis. Inniskó, gjafahaldari til að fara heim í, af því sko, ég var næstum búin að gleyma því, af því að ég bara sá fyrir mér að fara heim í sama topp og ég myndi mæti, en svo var ég bara nei, hann var örugglega ógeðslega sveittur og skítugur og eitthvað hana. Gott að ég myndi eftir að taka auka. Ég sé fyrir mér going home outfitið mitt sem bara þessar cozy buxur og bólur af Brynjari. Ég er smá stressuð að ég sé að velja óþægilegar buxur. Ég ætti að vera að taka þú veist víðari buxur. Kannski setja auka buxur, aðra buxur, en þetta er alltaf það sem ég sé fyrir mér sem going home núna. Mjúkisokkar og venjulegir sokkar, nærföt, náttföt og ég er bara með svona stuttbuxur og þetta er svona sett. En þessi taska er bara opin hérna upp á hillu. Ég er ekki alveg tilbúin að loka henni því ég held að vanti kannski eitthvað smá í hana. Þetta er spítaltaskan so far. Ég er bæði alveg að miða við að vera stutt á spítalanum. Ég ætla heim eins fljótt og ég má. En annars er rúmið komið hérna. Settum upp líka málverk yfir rúmið okkur í gær sem að systir mín málaði og minnst þetta verkefni gera ekki kósí og ég veit ekki, að sjá rúmið þarna gerir þetta svo miklu raunverulegra. Það er einhvern veginn, við erum búin að bara geða þetta svona mikið að checka af
hlutum sem að við áttum eftir að gera og ég held að eina sem svona, ég ekki að tjekka af eru hlutir sem ég þarf að kaupa af því að ég á enga pening. Núna það eiginlega bara að halda íbúðinni hreinni þannig að barnið kemur, þannig að ef eitthvað gerist þá þurfum við ekki að pæla í draslinu þegar við komum tilbaka. En ég svaf út í dag og klukkan að ganga 2 núna. Ég og Brynjar erum bara búin að vera hérna eitthvað að chilla heima og græja þetta út og eitthvað. Förum örugglega í pottinn bráðum, tökum kannski smá labba á undan og sækjum svo yfir. Jæja vlogg. Ég veit ekki hvað margir dagar síðan að seinsta klippan var, örugglega svona 8-9 dagar síðan ég tók seinast upp. Og ég á 6 daga gamalt barn, hann semst kominn. Það var rétt hjá mér eins og ég sagði í byrjun, hann fæddist fyrir 40 vikur, hann fæddist 38 + 4. Þannig að já, ég þetta bara glemdi, eða þú veist, hætti að pæla í þessu vloggi og fór bara allt í einu að hugsa bara ég ætti kannski að fara að posta því. En annars ég mjög spennt að byrja að vlogga og sýna ykkur. Ég er búin að fá ógeðslega mikið að skilaboðum bara hvernig gengur og hvernig mér líður og mér finnst alltaf gett krúttlegt bara svona hvað margir vilja vita, þú veist hvernig gengur og svona. En það gengur ógeðslega vel og þessi fyrsta vika bara búið að vera æði, hann ógeðslega góður og mér líður vel og já, maður náttúrulega bara svolítið mikið bara heima, þú veist, fyrstu vikurnar. Við erum ekki búin að fara í göngutúr en þá hann að detta í fæðingarþyngd. Megum færi stuttan göngutúr sem ég ógeðslega spennt fyrir því að líka sólarspá helgina. En við erum bara mjög miklu kósí hérna heima. Ég mun alveg vera dugleg örugglega í orlofinu að vlogga. Sérstaklega þarf Brynjar að fara aftur að vinna og ég var bara ein hérna. Spurning hvort ég hendi í smá fæðingar, meðgöngusögu og ef þið eru með eitthvað spurningar þá getið kommentað eða ég gerir spurningabóks á Instagram eða eitthvað. Ég segi bara takk fyrir að horfa á þetta vlogg og ég bara spennt að koma aftur tilbaka. Ég skal reyna að taka mér ekki of mikla pásu. Kannski þetta ég bara vloggir eftir helgi eða eitthvað og byrja bara að spamma inn vídeóum, ég veit það ekki. Ég ætla bara svona að sjá hvernig dagarnir eru. En við sjáumst alltaf bara í næsta vídeói.